Stjarnan lagði auðvitað grunninn að feikilega góðri forystu með varnarleik, bæði Eva Björk og Guðmunda. Já, ekki nokkuð spurning og mér fannst það svona, já bara alveg frá byrjun og þá eins og þetta er svona það er smá læti og það er verið að búa til núna herri, nú er bara nóg komið, skilur, við erum búin að missa hérna þjálfarinn okkar og við erum búin að vera í bara vandræðum allt tímabilið, 98 út úr bikarnum og mótið neðri deildarliði og það er bara eins og sé búið að fá, já bara segja einn löðrung svolítið, þú veist, nú þurfum við bara að fara að byrja þetta stelpur og mér finnst Eva gera það vel, fá það svolítið með sér í þetta og ég meina markaskorið er mjög lítið í þessum leik, það er bara að marka á sko annarri hverju mínútu í þessu og þetta var svolítið eins og þetta væri sýnt hægt á köflum en við verðum að hrósa varnarleik, sérstaklega Stjörnunnar til að byrja með. Stjarnan alltaf tapaði fyrir FH, Patrekur misti starfið, við náðum ekki því áðan en sko Grótta úr grilldeildinni þær slógu út í IBVF í bikarnum. Þannig að en bara svona til að bæta því inn í dæmið og Stjarnan fékk alvöru markvörslu, Hrafnhildur Anna. Það var stórkostleg, algjörlega stórkostleg og það bara, þú veist, myndist þið ná á hana að verja réttu boltana, auðvitað er þetta allt í réttu boltanum, en þú veist, það var hörku vörn hjá Stjörnunni, það voru hjálpinni gríðarlega mikið, en hún var, já, bara ótrúlega góð í þessum leik. Hún varði bara oft á tíðum úr dauðafærum, eins og við sjáum bara sérstaklega í fyrra hálfleik var hún bara, já, klár mun og liða. Þetta er þetta klassíska stundum hjálpar sko markmaðurinn vörninni. Einmitt. En ég held að þarna hafa bara vörnin einhvern veginn byggt upp trúna hjá markmannum. Af því að Hanna G er búin að vera með liðið á kannski 2 æfingum. Einmitt. Þú ert ekki einhverjum taktískum snilli hugmyndum á þannig tíma en þetta var Meira þræting. Ég held nefnilega nákvæmlega að ræðan hafi bara verið Þetta er bara snertimark. Já. Geðveikt. Ég held að ræðan fyrir leik og í þessum undirbúningsæfingum fyrir leikin hjá Hönnu hafi verið nákvæmlega það sem Vignir var að segja hérna áðan eða bara svona 2 tempóum hærra í röddinni. Það snýst bara stelpur, nú þurfum við bara að svara. Þú veist, þetta og þetta og þetta er búið að gerast. Akkurat. Og þið hafið ekkert annað en að verja ykkur sjálfar inn á vellinum. Og það held ég að hafi einmitt svolítið gerst.